en úr rannsóknum á hvalbeinum yfir í aðrar á beinum Íslendinga frá síðmiðöldum. Rannsóknir hafa staðið yfir á Skriðuklaustri í Fljótsdal í nokkur ár. Fornleifafræðingar hafa opnað fjölmargar grafir og beinafræðingar vinna að því að bera kennsl á sjúkdóma úr fortíðinni. This one has chronic ear infection, and that's visible because the skull happens to be broken. So in this case, it's easy to see these pores on the inside of the skull, which are a result of that bacterial infection. Þessi fornu Íslendingar væntanlega hafa þeir haft eyrnabólgur sem börn líka og mjög líklega. Þannig að á þeim tíma voru ekki þessi meðul og þessar lækningar sem við höfum í dag. Þannig að þeirra miðeyrnabólga, það er að segja í börnunum á þessum tíma, hún þróaðist yfir í krónískan sjúkdóm. Steinunn Kristjánsdóttir, dósent í fornleifafræði, stýrir uppgreftrinum á þessu kaþólska klaustri frá síðmiðöldum. Við höfum grafið upp hérna 200 beinagrindur og 140 af þeim eru bein sjúklinga sem hafa leitað hingað og klaustrin voru skyldir til þess að jarða þá sem dóu í þeirra umsjón. Þannig að hingað hafa leitað, minnstakosti þessir 140 á þeim 60 árin sem klaustri var starfrækt og ég ætla nú rétt að vona að þeim hafa nú tekist að lækna ykkur, þannig að þetta er allavega þeir sem að dóu hér, að þeir eru 140 og þetta er mjög mikið fyrir 60 ára tímabil. There's been a lot of tuberculosis cases and not so sure about leprosy cases as yet, which is interesting because leper hospitals throughout the rest of Europe were dedicated and known as such, and here we're still on the lookout for leprosy. We're finding lots of treponemal disease, syphilis, and tuberculosis and other non-specific infections. And we also have to consider that Icelanders have historically been living in turf houses and perhaps not the cleanest conditions. Smoke from the fires could have caused irritation in the upper respiratory tract, and all of that systematically lowers your defenses, as well as cold weather. So all of these things make great conditions for these diseases to thrive. Rekstrartími klaustursins er mjög stuttur, það var rekið í 60 ár, sem þýðir það eiginlega við getum lítinn stuðst við til dæmis kolefnisaldursgreiningar vegna þess að skekkjumörk eru mikil á þeim. En aftur á móti að koma gjóskulegina mjög góðum notum og við erum mjög heppin hér hvað þetta varðar vegna þess að við höfum skýr leiðandi lög sem við getum stuðst við. Svarta lagið, það er gjóska úr gosi í Veiðivötnum árið 1477 og klaustrið er stofnað 1493, þannig að byggingarnar hreinlega standa ofan á þessu lagi. Þetta er sem sagt þessi Veiðivatnagjóska sem ég er að tala um og klaustrið hreinlega er byggt ofan á þetta lag. Við höfum annað lag hérna fyrir neðan, þetta hvíta. Þetta er gjóska sem féll hér við gos í Öræfajökli árið 1362 og við höfum það sem sagt til viðmiðunar til þess að aldursgreina þetta. Það er sem sagt samhengi jarðlaga hérna sem að segir okkur hvaða lög þetta eru. Og við sjáum til dæmis að grafirnar sem við erum að grafa upp að þær eru teknar í gegnum þetta lag sem það var hérna á staðnum þegar fólk var jarðað hérna. Beinasafnið á Skriðuklaustri gefur vísbendingar heilsufarssögu Íslendinga, en það er ekki bara Íslendingar sem að sýna þeirri sögu áhuga. Glenn Ritchie frá Bretlandi er líka að grafa, en hvers vegna? Being able to physically touch the past and gives us an understanding of where we came from. Ég myndi telja að þessi uppgröftur hafi breytt sýn okkar á klaustur á miðöldum hérlendis. Það hefur komið í ljós að byggingin er miklu stærri heldur en nokkuð tíma var gert ráð fyrir og það hefur líka komið í ljós að hér var rekinn spítali. Við sjáum það að hér voru ræktaðar lækningajurtir. Nú hefum við fundið nokkra svona bílda sem voru notaðir til blóðtöku. Svo náttúrulega var beðið fyrir fólki. Fólk leitaði hingað til þess að láta biðja fyrir sér og það náttúrulega hefur verið partur af læknistarfseminni.